Við höfum fjallað unga fíkla og læknadóp síðustu daga og við ætlum að halda því áfram. Landlæknisembættið hefur eftirlit með því að þessi lyf séu ekki misnotuð og Geir Gunnlaugsson landlæknir setur fyrir svörum í kvöld þennan mikla vanda. En áður en lengra er haldið skulum við kíkja aftur til ársins 1972. Þessi menn hafa einnig unnið að öðrum nokkuð skyldum þætti. Þar á við ætlaða misnotkun læknislyfja og hafa þau mál verið gerðar rúmlega 70 skýrslur á árinu. Það er þarna oftast að ræða fólk sem gist hefur fangageymslur lögreglu og í fórum þess fundist lyf, róandi eða örvandi sem ætla má að einhvern séu til misnotkunar fallin. Því ekki að neita að það einn þáttur af þessu starfi að reyna að komast eftir því hvort einstakir læknar komið þarna öðrum oftar við sögu. Það er erfitt að glöggva sig á því og ég vil ekki á þessu stigi of mikið það segja. Já, fyrir 39 árum voru yfirvöld að reyna að koma í veg fyrir misnotkun á lyfjum. Lyfjum sem gagnast mörgum með réttri notkun en eru stórhættuleg séu þau misnotuð. Og hvar eru við nú næstum 4 áratugum síðar? Jú, læknadópið flæður undirheimana og ljóst er að sumir læknar skrifa út óhóflegt magn. Jóhannes Káar Kristjánsson og Benedikt Ketilsson taka nú við. Karlmaður sem veiktist alvarlega fyrir nokkrum árum fékk ávísað á 3 ára tímabili tæplega 24.000 morfíntöflum af tegundinni Kedogan. Einn og sami læknirinn skrifaði út megnið af lyfinu fyrir manninn. Gögnin sem Kastljós hefur undir höndum eru einungis úr 2 apótekum sem maðurinn sótti lyfin í. Magnið er talsvert meira en Kastljós hefur ekki upplýsingar úr öðrum apótekum. Sérfræðingur sem Kastljós hefur leitað til segist ekki hafa séð áður jafn miklu magni af þessum morfínlyfi ávísað á einn einstakling. Hann segir að þótt sjúklingar byggja upp mikið þol gegn morfínlyfjum, þá sé þetta magn það mikið að málið verði að skoða. Skammtarnir séu allt of stórir. Árið 2008 fékk maðurinn ávísað 5.040 morfíntöflum og árið eftir voru töflurnar sem hann fékk 11.000 talsins. Árið 2010 var magnið 7.900 töflur samkvæmt þessum gögnum. Þessar tölur eru fyrir utan aðrar tegundir morfín svo sem Kontalgins, Nobligan, Tramols og morfínplástus. Maðurinn fékk einnig miklu magni af flogaveikislyfinu Rivotril ávísað en lyfið er talið mjög ávanabindandi og veldur mikilli vímu sé það tekið í stórum skömmtum. Það er vinsælt sem læknadóp á götunni. Maðurinn segir að hann hafi mjög fljótt ánetjast morfíninu og að neysla hans hafi aukist jafnt og þétt. Hann hafi byggt upp þol og suma daga segir maðurinn að hann hafi tekið alltaf 50 til 60 töflur fyrir utan öll önnur lyf. Þegar manninum var ljóst að hann væri orðinn fíkill, ákvað hann á þessu ári að fara í meðferð á Vog. Í dag neitir hann engra verkjalyfja. Var ekki betra að þetta væri bara einn stór gagnagrunnur sem að gæti haldið utan allar þessar upplýsingar? Mér finnst það persónulega mjög eðlilegt í ljósi þess að einhverjum sérlega í ljósi þess að þegar að ræða lyf sem að ríki borgar stóran hlut í að þá hlýtur það að skipta ríkið og ekki hvað síst á þessum síðustu verstu tímum miklu máli að það sé farið vel með þessa peninga og ef það er hægt að koma í veg fyrir það að fólk sé að misnota kerfið og fara þá betur með peninga þá held ég að hljóta verða að ryðja einhverjum hindrunum og vegi sem eru því að annað kemur til greina. Okkur er óheimilt að samkeyra persónuvernd bannar það, þannig að við megum bara sjá hvað fólk verslar hjá okkur og það að mínum að þetta vekur nokkra furðu til dæmis að fólk sem hefur orðið uppvíst af því að misnotakerfi svona að það hefur áfram óheftan aðgang að læknum og læknarnir eru líka að rukka Tryggingastofnun sem sagt hluta sjúklings það borgar sjúklingurinn hjá læknum en þeir eru líka að rukka Tryggingastofnun þannig að þá spurning hvernig Tryggingastofnun lítur á það eða Sjúkratryggingar Íslands. Það er mjög áhugavert því að svo erum við að reyna að stoppa þetta eftir. Þannig að mér finnst
vantar svolítið kannski meiri fyrirbyggjandi aðgerðir að það sé hægt að stoppa fólk og lækna frá í útgáfunni áður en að seðlarnir koma til okkar. Það væri mikið betra. Þetta virkar þá í rauninni þannig í dag að einstaklingur sem fær ávísuðum lyfjum frá 2 læknum, ef hann fer í sitt hvort apóteki þá hringja engar viðvörunarbjöllur. Nei, þá erum við algjörlega blind. Við getum ekki varast slíkt. En stöku sinnum allavega þá gefur það að við sjáum það að fólk að klárlega ganga með til lækna og þá reynum við að stoppa það og því miður bregst fólk afskaplega misjafnlega við því. En það eitt af okkar verkefni raunverulega ef við sjáum það að það sé klárlega verið að misnota kerfið þá megum við neita afgreiða lyfseðlum og gerum það alveg hygglust. Þannig er það, einn og sami maðurinn fékk sem sagt 24.000 ketokantöflur á 3 árum, að mestu frá einum lækni. Þess utan fékk hann 4.300 töflur af lyfinu Rivotril á sama tímabili, oft 200-300 töflur á mánuði. En dæmin eru miklu fleiri. 29 ára gamall maður sem lést í fyrra, að öllum líkindum af völdum læknadóps, fékk til að mynda á einum mánuði frá 4 læknum, samtals 350 Mogadon svefntöflur. Ætlast til að pakning með 50 töflum dugi í jafnmarga daga. Síðustu 4 mánuðina sem að maðurinn lifði, fékk hann frá sama lækninum 750 Mogadon svefntöflur og 490 Ritalin töflur. Gögnin sem Kastljós hefur undir höndum aðeins úr einu apóteki, en aðstandandi mannsins segir að hann hafi tekið út lyf í mörgum apótekum og þetta sé því aðeins brot af þeim lyfjum sem hann fékk. Ávísað af öllum líkindum. Geir Gunnlaugsson, landlæknir, vertu velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Þessi dæmi sem að við vorum að rekja hér og umfjöllunin okkar síðustu dag, sýnir hún ekki ofur einfaldlega að þetta kerfi í kringum þessi lyf og eftirlit með því, þetta er handónýtt? Ég vil ekki taka svo sterkt til orða. Ég tel eiginlega þvert á móti að við erum með margs konar kerfi í gangi til þess að fylgjast með lyfjanotkun almenna. Mér finnst það sem hefur slegið mig í þessar umræðu er kannski þá félagslegi veruleiki sem er raunverulega við erum að sjá. Ég er sannfærður að margir af þeim sem eru að horfa og hafa hort á þessa þætti séu hissa hreinlega yfir því að sjá hversu langt og í hversu erfiðri stöðu margir af þeim einstaklingu sem Jóhannes hefur verið að tala við, hvar þeir eru staddir og raunverulega vekur það spurninguna hvernig gat þetta gerst? Hvernig getur þetta gerst? Það er spurning. Ég myndi halda og hugsa stundum það að allir þessar einstaklingar hafa komið sem börn og brosað við umheiminum og við veltum fyrir okkur hvernig hefur kerfið þá brugðist við vanda sem hugsanlega hefur komið einhvern tímann á þeirri vegferð sem leiðir til þess að einstaklingur situr og sprautar sig eða einhver einstaklingur situr og kann eiginlega fíknefna heiminn, allt stafróið, hvernig hann á að ná í við, hvernig hann á að tala, hvaða símanúmer, hvaða lyf, hvaða heiti hann á að nota til þess að komast í vímu. Þannig að við erum að sjá, þetta eru kannski einstaklingar sem samfélagi á einn annan hátt hefur kannski mist af eða brotið gegn. Það hefur kannski verið brotið gegn þessum einstaklingum, þeir hafa verið hugsanlega misnotaðir, það er koma úr erfiðum félagslegum bakgrunn og svo framvið. Hér er mjög flókin vandi. Síðan erum við með aðra einstaklinga sem við heyrum augljóslega til minnst þeirri sögu sem við ætlum að taka fram hér. Hér er einstakling sem er klárlega á uppruna sinn í þessum vanda í mjög erfiðum veikindum. Það er mjög jákvætt raunverulega í þessari sögu að það er einn læknir sem er að gefa og þá spyr ég mig, er þessi læknir með fullu vita gefunum vegna þess að hann sé að viti að hann taki ekki nema helmingin að selja eða... Ég meina skoða þetta magn, 25.000 töflur, þetta er gigantískt magn. Ég skoða... Og þó menn byggja upp mikið þol, þá geta menn valla komist yfir og borða hluta af þessu, svona undir eðlilegum kringumstæðum, menn geta náttúrulega borða þetta allt saman. Já. Einhvers staðar lítur það ekki á leiðinni einhver bjalla að eiga að hringja. Þarna er maður að fá of mikið af lyfjum. Þarna er læknir að ávið svo miklu af lyfjum. Af hverju gerist það ekki? Ég kíkti á þetta eftir samtal okkar í dag. Þá kíkti ég á bara í lyfjagagnagrunni í okkur. Það eru 248 einstaklingar sem fengu ketogana á síðastliðnu ári. 248. Það voru örfáir sem fóru yfir 3 dagskammta. Af þessum, þau eru 9 einstaklingar. Þannig að við höfum ákveðin tæki í gegnum lyfjagagnagrunni, þá getum við fylgst með og við erum að gera það.
það? Já, við erum að gera. Af hverju þá svona mikið af lyfjónum þarna úti? Af hverju þetta í 2000 tali að fara í gegnum sömu mennina? Nú erfitt að segja okkur að hvernig þessi lyf komu, hvaða sömu. Það þú nefnir það sjálfur, það þol. Það ákveðið, suma þeim lyfjum sem í gangi eru raunverulega gefin til að leysa mjög erfiðan vanda, veikindi til dæmis, krabbameins, sjúklingar, sterk verkjalyf, einstaklingar sem hafa mikla verki í kropp og í líkamanum, þannig að, og gagnast mjög mörgum líka. Þannig að það sem við þurfum að gera, og við sem störnum eins og landlæknisembættinu að vinna með þessi mál, við erum að ræða þessi mál nánast á hverjum degi. Vegna þess að við höfum tæki, vegna þess að ég hef líka áhyggjur af þessu og starffólk, það eru ákveðnir aðilar, einstaklingar sem eru náttúrulega fá of mikið lyf og okkar verkefni að reyna að teppa í þau göt og stoppa í þau göt sem kom í veg fyrir að þessi lyf séu misnótt. Já, núna þetta hins vegar þannig. Mikilvægasta málið. En samt sem áður, sko, núna þetta þannig að ég get, ef ég virkur fíkill, ég get farið á mánudegi til læknis A og fengið 100-200 töflur, ég get farið síðdegis til læknis B og fengið 100-200 töflur, ég get gert það sama á þriðjudeginum, miðvikudeginum, fimmtudeginum, föstudeginum, svo fyrir ég sitt hvort apótekið hér og þar og leysa þetta allt út. Þið gerið ekkert fyrir en eftir á. Þið gerið ekkert fyrir að ég komið með lyfin í hendur og læknirinn búinn að ávísa þeim út. Af hverju ekkert gert áður en að ég get komist yfir þetta gríðarlega magn? Það sem við gerum eiginlega meðal annars að við erum með í lyfjagagnagrunninum, þar koma allir lyfsar á Íslandi. Ég ekki viss allir Íslandingar gerir sér grein fyrir að þetta að tala cirka 2 milljónir lyfseðla ári. Þeir fara allir inn í þennan gagnagrunn og það eru bara átómatíska keyrslur sem farið í gegnum, það sem verið að skoða meðal annars óeðlilega háa dagskammta, óeðlilegan fjölda lækna bak við einstaklinga og ákveðið lyf, óeðlilega fjölda lyfseðla á einstakling og svo framvið. Þannig að það verið að skoða þetta.